Bergþóra heiti ég og starfa hérna hjá ASÍ og eitt af mínum verkefnum að sjá ASÍ Ung. Og ég ætla að segja ykkur aðeins frá áhugaverðu og skemmtilegu málþingi sem við vorum með í síðustu viku, þar sem vorum að fjalla í rauninni áhrif þess að vera sítengdur. Og við erum sítengd ekki bara samfélagsmiðlum, heldur í rauninni erum við mörg hver sítengd vinnunni. Og við héldum þetta málþing í stúdentakjallaranum á þriðjudaginn var og þar vorum við með 5 fyrirlesara sem komu allir úr svolítið ólíkum áttum sem var tilgangurinn hjá okkur að fá svolítið svona fjölbreytta og ólíka sýn á þetta vandamál ef þetta vandamál. Og það var Ingibjörg Loftsdóttir frá Virk sem kom, Helgi Dan Stefánsson frá BHM, Ragnheiður Kolviðsdóttir sem skrifaði lokaverkefni sitt í félagsfræði þetta málefni, Ragnar Þór Ingólfsson kom frá VR og Halldór Oddsson héðan frá ASÍ. Þannig við vorum með svona svolítið ólíka pósta í þessu. Og þau fjölluðu málefnið svona öll hvert frá sínu sjónarhorni. Og spurningarnar sem við vildum svona reyna að spyrja þetta, hvort tæknin getur mögulega verið að hafa áhrif á þessa auknu kulnun sem virðist vera. Nú setti ég þetta eitthvað sem virðist vera staðreynd í samfélaginu núna, fleiri og fleiri einstaklingar sé að lenda í kulnun eða einhvers konar streitu ástandi sem fólk ræður ekki við, hvort það sé einhver kynjamunur eða kynslóðamunur þarna á. Eins vildu við fá svör við því hvernig getum við skilið á milli vinnu og einkalífs. Ef þetta orðið vandamál að við séum alltaf með vinnuna með okkur eða með vinnuna í vasanum eins og ég setti hausinn á þessu erindi núna, hvað getum við gert til þess að skera þarna á milli? Þannig að við vitum hvenær við erum í vinnunni og hvenær við erum ekki í vinnunni. Og síðan þetta ábyrgðin okkar eða hún vinnuveitenda? Eða þetta kannski blanda af hvoru tveggja? Ég ætla nú bara svona að hlaupa aðeins yfir það sem þau fjölluðu í sínum erindum og segja ykkur svona frá helstu niðurstöðunum í lokin. En hún Ingibjörg frá Virk, hún fór og sagði okkur frá þessari forvarnaverkefni sem þau hafa verið í undanfarin misseri, brjálað að gera. Við höfum nú flest séð þessa konu sem þið sjáu hérna fyrir framan ykkur í auglýsingunum frá Virk sem hafa, bara farið sigurför landið. Þar hafa þetta verið gagnrýndar líka eins og flest sem birtist okkur. En ég held að mjög margir tengi við þær. Hún lagði líka, hún Ingibjörg mikla áherslu á mikilvægi þess að leyfa sér stundum að vera bara ekki við. Að leyfa sér að slökkva á símanum, slökkva á tölvunni, svara ekki tölvupósti og vera bara á staðnum með hvort sem það með fjölskyldunni eða við bara ein út að ganga eða hvað sem við erum að gera. Að reyna að fókusa svolítið á að vera virk þar sem við erum hverju sinni. Að reyna ekki að vera að stjórna öllu alltaf á sama tíma og vera með angana út allt. Heldur að fókusera bara orkun okkar á það sem við erum að gera hverju sinni. Og ég hvet ykkur bara til að skoða vef sem Ingibjörg benti á sem heitir velvirk.is sem vefur sem bæði ætlaður stjórnendum og einstaklingum og þar að finna ýmis góð ráð fyrir okkur til þess að gera þessi skil skýrari og leyfa okkur í rauninni, hjálpa okkur að vera á einum stað án þess að vera með samviskubit yfir því að vera ekki á öðrum stað. Og hún sýndi okkur eina auglýsingu sem hún ekki komin í sjónvarpið ennþá það hvað í rauninni mikilvægt, hvort það sé einkalífið og fjölskyldan eða vinnan.
Og ég held að við áttum okkur flest á, ef við hugsum þetta, að auðvitað það fjölskyldan og einkalífið sem hefur vinninginn yfir vinnuna þegar á hólminn komið. Þannig að það svo mikilvægt að leyfa sér að slökkva á símanum öðru hvoru. Og Ingibjörg vildi einnig reyndar ítreka það að við gerum greinarmun á streituástandi og eðlilegri streitu sem við lendum öll í og síðan því sjúkdómsástandi sem að kulnun í rauninni. Og þeim hjá VIRK finnst umræðan kulnun kannski í samfélaginu svolítið mikil og við erum farin að nota kulnun ansi margt. Því það ekkert óeðlilegt að við upplifum streitu og flest okkar geta tekið vel á því, svo lengi sem við fáum hvíld og náum að hlaða batteríun á milli og hún kom inn á það. Og þá svo mikilvægt að ná að skilja þarna á milli, að ef það streita í vinnunni mikil, að við náum þá að fara heim og slaka á, áður en við komum aftur í vinnuna. Og öfugt, þetta getur auðvitað líka verið öfugt, að það getur verið mikið streitu ástand mögulega í einkalífinu hjá okkur á einhverjum tímapunkti og það að koma í vinnuna getur virkað eins og að hlaða batteri. En við þurfum að geta farið á milli, þetta má ekki allt renna saman, þá náum við aldrei þessari slökun á kúknokkur út. Helgi frá BHM sagði okkur frá rannsókn sem hann gerði sjálfur, mastersverkefni í félagsfræði og einnig rannsókn sem að BHM lét vinna og þessar rannsóknir snéru að þessu efni náttúrulega, hvernig þú gerir skilin milli vinnu og einkalífs ljósari og upplýsinga- og samskiptatæknin náttúrulega komin svo mikið inn í líf okkar. Og það sem Helgi var að skoða var svona upplifun íslenskra stjórnenda af þessu og þá í rauninni áhrifunum á sig. Og helstu niðurstöðurnar hjá honum voru í rauninni að þessi nýja tækni hefur gríðarlega mikil áhrif á hvar og hvenær vinna fer fram og stuðlar að mun lengri vinnutíma heldur en við kannski gerum okkur grein fyrir. Og hann fannst komið í ljós og það virtist vera mikið vanmat þáttakenda á því hve mikið voru í vinnunni af því að svo þeir fóru að telja saman tímana þeir voru að svara tölvupósti eða senda skilaboð eða hvað það nú sem við erum alltaf að gera, þá var þetta mikið meiri tími heldur en fólk hafði áttað sig á. Og fólk með hugan í vinnunni og á mjög erfitt með að slíta sig frá henni. Og ég held að þetta sé raunveruleiki sem að við þekkjum mjög mörg og maður einmitt með síman í vasanum allan daginn og þar af leiðandi maður tengdur vinnunni allan daginn. Og streita, það var nú svolítið kannski undarlegt eða skemmtilegt að fólk upplifði streitu og sagði sko já það mjög líklegt að þetta valdi streitu en bara hjá hinum ekki hjá mér. Ég næ alveg að höndla þetta en það bara hinir sem erfiðara með að skilja á milli og ná einhverju slökun. En hjá mér þetta ekkert vandamál. En okkur hættir nú oft til að hugsa svona. Þannig að ég hvet bara alla til þess að horfa aðeins í eigin barm og sjá hvort þetta sé ekki eitthvað sem við getum kannski tekið aðeins til okkar. Því það mjög ólíklegt að þetta valdi öllum öðrum streitu en við séum alveg slök á meðan. Og í rannsókn sem að BHM lét vinna þá meira en helmingur þáttakenda sem fær póst reglulega utan vinnutíma og 40% svara oftar en 4 sinnum í viku og yfir 20% svara tölvupósti daglega utan hefðbundins vinnutíma. Þetta tekur auðvitað kannski ekki langan tíma í hvert skipti að svara einum tölvupósti en safnast þegar saman kemur og í rauninni erum við kannski að hafa minni áhyggjur af tímanum sem fyrir í þetta heldur það að við séum alltaf að þessu svona þegar við eigum að vera bara að gera eitthvað annað og eigum að vera að ná okkur niður. En það var ekki nema 1/5 sem svaraði að tækið hefði mikil áhrif á hvíldartíma sinn og samskipti við fjölskyldu. En það verður þó að þykja líklegt að það sé svipað vanmat og með vinnutíman og þetta með að streitan hafi bara áhrif á hina en ekki mig. Já.
Okkur í umræðunum á eftir þá var það allavega svona líklegt fannst fólki. Ragnheiður Kolviðsdóttir sagði okkur frá sínu lokaverkefni sem var einmitt líka henni í félagsfræði og hún talaði mikið í rauninni bara þetta aukna álag sem fylgir því að vera sítengdur. Þriðja augað alltaf að fylgjast með okkur, við erum alltaf í vinnunni. Yfirmaður minn getur séð hvað ég var að gera helgina bara með því að kíkja inn á samfélagsmiðla hjá mér. Getur haft samband við mann í gegnum samfélagsmiðla og þess aftar. Og það komin einhvern veginn sú krafa að við erum og eigum alltaf að vera til staðar. Það á bæði við í einkalífinu og í vinnunni. Við þekkjum að maður hefur fengið eitthvað skilaboð og manni finnst einhvern veginn að maður þurfa að svara þeim strax. Og einhvern veginn það þannig að maður virðist þurfa að svara skilaboðum og samfélagsmiðlum hraðar heldur en til dæmis tölvupósti. Og þannig að þetta álag alltaf þarna þó við kannski áttum okkur ekki alveg á því. Við tölum mikið þetta með unglingan okkar, þeir séu undir miklu álagi frá samfélagsmiðlum, en ég held að við getum alveg jafn mikið tekið það svolítið til okkar. Og þetta heimilið ekki lengur þessi griðarstaður sem það var. Það alltaf hægt að ná í okkur. Og við leyfum því í rauninni að gerast og það kröfur að koma að okkur úr öllum áttum, bæði í einkalífinu og vinnunni. Og við stimplum okkur þess vegna í rauninni aldrei út. Þetta kannski í rauninni svolítið táknræn athöfn að stimpla sig út. Og ekki allir sem eru með stimpilklukku í sjálfu sér, en það kannski ágætt að venja sig á að stimpla sig bara út þegar maður fer heim. Og hennar niðurstöður að þetta í rauninni svolítið okkar ákvörðun hvernig við leyfum þess að gerast. Við þurfum að stýra þessu. Og hún nefndi að fyrir 80 árum þá vorum við að berjast fyrir réttinum til að fá að vinna, síðan fyrir við að berjast fyrir jafnrétti kynjanna til vinnu, en núna erum við svolítið að berjast fyrir því að komast af vinnumarkaðnum, að vera stundum ekki í vinnunni. Það svolítið áhugaverð þróun, við erum að berjast fyrir því að setja upp einhver skil þarna á milli. Ragnar Þór fór yfir upplifun í rauninni þeirra VR-inga af þessum málefnum og hann spyr í rauninni bara af hverju fólki okkar að gefast upp? Af því að þau hafa séð hjá VR svo gríðarlega aukna sókn í sjúkrasjóðinn og greiðslur sjúkradagpeninga frá 2016 til 2018 hækka 80% sem náttúrulega gríðarlega mikil hækkun. Og á sama tíma í rauninni atvinnuleysi í lágmarki, þannig að hvað að valda þessu? Við sjá kvíði og þunglyndi og svona geðraskanir og álagstengdir kvillar það sem eru orsakirnar fyrir þessu. Fólk að sækja í sjóðinn vegna svona álagstengdra kvilla. Og aukningin ennþá í gangi. Það hefur orðið 40% fjölgun félagsmanna á sjúkradagpeningum. Og hvað að í samfélaginu? Við rauninni erum kannski ekki með neina svona heildstæðar rannsóknir á þessu, en það eru margar vísbendingar. Mögulega þetta síðbúin áhrif kreppunnar eða hrunsins. Það eru margir sem vilja meina það og líklegast eitthvað til í því. En mögulega að hafa líka þarna áhrif þetta aukna álag sem að þessi síthenging veldur okkur. Það allavega kannski ólíklegt að sé hægt að slíta alveg þarna á milli. Og þetta grafalvarlegt mál því fólk að detta út af vinnumarkaði og sumir eiga jafnvel ekki afturkvæmt aftur, fólk á besta aldri. Og Ragnar nefnir einnig við vitum mjög lítið til dæmis eins og áhrif skjánotkunar á börn og við erum alltaf að fókusera svolítið á börnin, en væntanlega hefur þetta áhrif á okkur líka og við erum kynslóð sem erum að reyna að stýra einhverju sem við þekkjum ekki alveg sjálf. Við vitum ekki hver áhrifin eru af því sem við erum að gera. Og Ragnar nefnir þetta einfaldara aðgengi af fólki, það veldur væntanlega meira álagi. Og hann nefndi af sínu sem persónulegt dæmi
að það getur verið einfalt að slökkva á tölvupóstinum en af því að við erum með samfélagsmiðla þá hefur fólk bara samband þar í staðinn. Og hans upplifun hann að fá mikið fleiri fyrirspurnir í gegnum samfélagsmiðla og fólk frekara á að fá svör hratt í gegnum þá heldur en það hefur samband í gegnum tölvupóst. Og við vitum það flest að oft þegar maður er að fara að leita að einhverjum einstaklingi okkur finnst við bara mikið fljótari að finna hann á Facebook eða LinkedIn eða einhvers staðar annars staðar heldur en að vera að leita hann uppi hjá einhverju fyrirtæki. Og það er kannski erfitt að taka á þessu nema að verði einhvers konar samhent átak og þá er það náttúrulega stéttarfélögin og stjórnvöld hljóta þurfa að koma þar einhvern veginn inn í. Og Ragnar nefnir til dæmis möguleikann á að greiða fyrir það að fólk sé að svara tölvupósti utan vinnutíma, stytting vinnuvikunnar án þess að álagið aukist. Það eru ýmsar leiðir sem þarf að fara í þessu, en það þarf samhent átak til að leysa þetta. Það er í rauninni hans sýn á þetta, við þurfum öll að standa saman að þessu. Halldór Oddsson, lögfræðingur, lögmaður hérna hjá ASÍ, segir að í rauninni sé tæknin í þessu dæmi bæði vandamálið og lausnin. Þetta sé ennþá í rauninni svolítið nýtt hjá okkur, við erum að læra að hemja eða temja tæknina og þetta er gríðarlegur kraftur sem felst í þessari tækni og margar samskiptaleiðir og við erum ennþá að læra að vinna með þetta og tempra tæknina og þurfum svolítið að læra að nýta hana okkur í vil. Við erum svolítið eins og barn sem er með nýtt dót, við erum bara að leika okkur með það á fullu, við erum ekki búin að setja upp allar reglurnar hvernig á að nýta þetta. Hann vil líka meina að þetta sé í rauninni sömu vandamál svolítið og áður. Þetta er bara önnur birtingamynd og að því leyti að atvinnurekendur hafa oft vilja fá meira út úr fólkinu sínu og núna er þetta bara ákveðin leið til þess. Og hann nefnir að það hafi nú hér árum áður oft verið svindlað á stimpilklukkum og reynt að sannfæra fólk alls konar öryggisbúnaðar sé nú óþarfi til þess að spara aurinn. Og þessi umræða í dag sé svolítið af sama meiði, að atvinnurekendur ætlist til að við svörum þó að við séum búin í vinnunni og séum alltaf aðgengileg. Og þau vandamál sem ég nefndi hér áðan voru tækluð bara með því að örva umræðuna og Halldór telur að lausnin þurfi alltaf verið að koma svolítið frá grasrótinni. Við þurfum að vinna með fólkinu í því að koma með lausnina. Og við þurfum að örva félögin til þess að taka þátt í málefnavinnunni og umræðinni. Og að tæknin sé í rauninni við getum nýtt hana okkur í hag og notum þessa framleiðni aukningu okkur í vil. Og það séu kannski, og ég tek nú alveg undir hana með það eru engar töfralausnir líklega í þessu, en við þurfum svolítið að nota bara söguna, hvernig höfum við tæklað vandamál sem hafa komið upp áður og vinna þau bara á sama hátt og vandamálið sé kannski aðeins öðruvísi núna. Það tekur tíma en Halldór bjartsýnn á að þetta muni takast og ég tek nú alveg undir það með honum. En þannig að við zoomurum upp það sem við fórum yfir á málþinginu og ég var að segja ykkur frá núna, þá er brjálað að gera, já, það virðist vera mjög mikið að gera hjá okkur, bæði af því að krafan er þannig frá atvinnurekendum og af því að við sjálf virðumst tækla málin þannig. Þessi sítenging hefur öllum líkindum mun meiri áhrif á okkur en við áttum okkur sjálf á og ekki bara á okkur heldur einnig á fjölskyldun okkar. Við megum ekki gleyma því að það að við séum alltaf tengt og alltaf að svara og alltaf að gera hefur líka áhrif á þá sem í kringum okkur. Það sem kannski mikilvægast í þessu í lausninni á þessu að við sem starfsmenn setjum okkur ákveðin mörk. Við klárum vinnuna ákveðnum tíma og förum þá heim. Skipuleggjum okkur í rauninni bara betur. Það einnig náttúrulega mikilvægt að stjórnendur setji skýrar línur hvernig þeir vilja
að sé unnið inn í sínu fyrirtæki eða stofnun. En ég held kannski að einna mikilvægasti punkturinn sé, og það nú ástæðan fyrir því að fórum af stað með þetta málþing, að þessi umræða þarf að fara fram. Þetta raunverulegt vandamál, þetta eitthvað sem við erum ekki alveg viss hvernig við eigum að leysa og mikið svona talað á kaffistofunum. Við þurfum bara að fara að taka þessa umræðu svolítið opinberlega og ræða hvernig við viljum gera þetta. Og einmitt, í ljós þess sem ég var sagt núna áðan, þá kannski ágætt að nefna það að ég kláraði þessa kynningu eftir að yngsta barnið var sofnað í gærkvöldi, sem raunveruleiki sem við svo mörg lifum í. En ég ætla nú bara að fara að ljúka þessu, en þeir sem vilja hlusta á erindin geta gert það ef þeir fara bara inn á Facebook síðu ASÍ Ung, sem heitir bara ASÍ Ung, og þá tókum við málþingið allt upp og það hægt að horfa á það þar og hlusta á allt sem framfór. Ég vona bara að ég hef allavega hvatt ykkur til að hugleiða þessi mál og velta fyrir ykkur hvernig þessi háttað hjá ykkur persónulega og í ykkar fyrirtæki, og vona að núna fari þá stéttarfélögin mögulega að setja þessi málefni svolítið svona á oddinn og þessa umræðu. Af því að orð jú til alls fyrst. Endum þetta á því. Takk fyrir.